fyrir þig. Komið sæl, byrjum hér á að skoða gervitunglmynd sem tekið var núna klukkan 2:30 í dag. Það voru ósköp skýr skilin sem lágu hér mitt landið. Það var einhver úrkoma sunnanvert landið en búið að draga úr henni þegar leið á og hér austan til þá bæði hlýjast og mesti vindurinn en hitinn fór upp í tæplega 16 stig í Ásbyrgi og vindurinn fór á nokkrum stöðum upp í 16 metra en annars voru þetta sunnan 8 til 13 á þessum slóðum. Hægari vindur hér vestanvert landið og sást nú nokkuð staðar til sólar en það sem er að stjórna veðrinu hjá okkur næsta sólarhringinn er þessi lægð sem situr hér við hvarf. Hún færist nær okkur, þessi skil fara í burtu en önnur skil fylgja henni og koma að landi hér á morgun með einhverju úrkomu aðalega vestanvert landið á morgun. Hún heldur áfram staldra við og áfram þá verður austlæg átt og einhver væta víða á föstudaginn. En á hitasviðinu þá er þessi lægð að dæla til okkar suðaustlægum áttum og hlýjum lofti og útlit fyrir að það muni jafnvel fara upp í 20 stig núna á næstu dögum og er allt útlit fyrir það verði norðaustanlands. En ef við skoðum hér stöðuna núna í kvöld og nótt þá er að draga úr vindi og einnig að stytta upp. Við sjáum hér hvernig skilin fara á braut og nokkuð bjart hér í fyrramáli sunnan til. Þetta er frekar hægur vindur en við sjáum glitta hérna aðeins í skilin allra syðst. Úrkomu lítið víðast hvar, einhverju smávegis dropar hér sunnan og vestanlands og 5 til 10 metra á sekúndu hér með suðurströndinni en annars bara frekar hægur vindur. Síðan þegar við horfum hér fram í daginn sjáum við hér hvernig skilin ná landi og úrkoma eða rigning með köflum hér vestanlands, smávegis hér sunnan til og sjáum hér syðst að það er að bæta í vindinn þar. En nokkuð þurrt hér og jafnvel bjart norðaustan til einnig hlýjast, jafnvel upp í 17 stig en 10 stigin hér vestan og sunnan til og svona væta með köflum. En síðan þegar við höldum áfram annað kvöld, skoðum fyrst hér gasdreifingarspána en í dag hefur verið suðvestlæg átt þannig að það var eitthvað smá sem fauk hér yfir höfuðborgarsvæði, mældist eitthvað smávegis gas á nokkru stöðum en á morgun þá er þetta suðaustlæg átt þannig að útlit fyrir þetta fari allt hér út á Faxaflóa eða til vesturs, möguleiki að eitthvað smávegis fara á Snæfellsnes, komi hér tilbaka síðan á hér Vesturland. En það er ekki útlit fyrir að það verði nú neitt mjög mikið en enga síður gæti það mælst. En þegar við horfum hér fram til annars kvölds þá er hér komin gul viðvörun allra syðst undir Eyjafjöllum og það sem er komið sumar þá er svona aðeins öðruvísi viðmið að vindurinn hann verður þetta kannski 15 til 18 metrar á sekúndu á þessum slóðum, hviður ennþá öflugri og þá er tilefni til þess að vara við ferðum þar, einkum ef fólk er á bílum sem eru viðkomið fyrir vindi eins og til dæmis á húsbílum eða með eitthvað sem er að draga, eitthvað kerrur eða slíkt. En á föstudaginn þá er hér austlæg átt 5 til 10 metrar á sekúndu víða, upp í 13 metra hér sunnan til og víða úrkoma en þurrt hér fyrir norðan og sjáum að það er að hlýna einnig þar, jafnvel að þetta fari upp í 18-19 stig á þeim slóðum en hitinn er svona 10 stigin hér sunnan og vestan til. En á laugardaginn þá er nú útlit fyrir að verði áfram hlýtt hér norðaustan til, smávegis úrkoma hér sunnan og vestanlands og hitatölur aðeins á uppleið þar. En það er þarna frekar hæg austlæg átt í þessu 3 til 10 metrar á sekúndu. Síðan á sjómannadaginn þá er nú útlit fyrir að bæti kannski aðeins í úrkomuna hér sunnan og vestanlands og kólni eilítið en það er áfram þessi austanátt. Skoðum það betur þegar nær dregur. En hjá okkur núna á morgun, það er suðaustlæg átt á morgun, það er 8 til jafnvel 15 metrar á sekúndu en upp í 20 allra syðst. Gul viðvörun annað kvöld og fram á hádegi á föstudaginn undir Eyjafjöllum, einhver úrkoma sunnan og vestanvert landið en þurrt norðaustan til og hlýjast þar. Þakka ykkur fyrir og verið sæl.